Já, við ætlum næst að fjalla hugar íþróttir, við ætlum að fjalla skák. Það eru ansi margir Íslendingar sem að láta reyna á heila kvarnirnar með því að tefla, enda algjörlega frábær íþrótt og mætti vegur hennar vera meiri í umfjöllun fjölmiðla hér á þessu skeri að mínu mati. Við ætlum að víkja sögunni norður til Þingeyjarsýslu. Skákfélagið Goðinn hélt helgina að mér sagt ótrúlega glæsilegt mót, stórvirki hefur fólk sagt í mín eyru og við ætlum að slá á þráðinn til Hermanns Aðalsteinssonar hjá Goðanum og fá að vita hvernig mótið gekk og mér við hlið hér í stúdíónu Björn Þorfinnsson sem vann mótið. Ég ætla að byrja á því að heilsa þér nafni til hamingju með sigurinn. Blessaður og takk. Og víkja þá sögunni norður fyrir heiðar. Heyrir þú í mér Hermann Aðalsteinsson? Já. Sæll og blessaður og til hamingju með þetta mikla mót. Við erum að tala 20 ára afmælismót Goðans og þú ákvast að halda risastórt partí. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, svo sem ég í rauninni ákvæði þetta ekki sjálfur en það var einn af okkar félagsmönnum stakk upp þessu og aðalfundi fyrir ári síðan. Já. Hvað við ættum að gera í tilefni að væri að koma upp á 20 ára afmæli og hann stakk upp á því að halda bara veglegt afmælismót og við bara slóum til og hann bara gekk í málið. Það var ekki mín hugmynd. Nei, en þín framkvæmd svolítið? Já, aðra Ingi Hafliði Guðmundsson sem að fyndi upp það og koma svo legg og náði að gera þetta veruleika og svo tókum við allir náttúrulega bara og unnum að þessu og náðum að koma svo legg. Og þetta var ekkert héraðsmót hjá þér, ertu ekki með einhvern erlendan stórmeistara þarna meðal gesta og fleira? Jú, þetta langt frá því að vera eitthvað héraðsmót. Það var miklu stærri en það og það var nú Björn Þorfinnsson sem samfærði Simon Williams sem að mæta. Ég átti náttúrulega lítið þátt í því sjálfur sér. Já, einmitt. En þetta alveg ótrúlegt afrek og ég búin að vera að fylgjast með þér á Facebook þarna, framkvæmdinni. Hvar náður að hýsa þetta fólk og hvar var spilað? Við tölum að tefla, Björn. Ég meina það. Afsakaðu. Þetta var alltaf planið, þetta var í Skjólbrekku móti sjálf. Skjólbrekku? Já, félagsheimili Skjólbrekku sem að Björn Þorláksson þekki nú vel. Jú. En það ekki víst áhorfendur þekki það. Hvar það statt, segirðu? Það bara rétt við skútustæði. Já, einmitt, í Mývatnssveit. Já, í Mývatnssveit og Selhótel náttúrulega þar og þar gistu margir keppendur en einnig gistu margir á gistuheimili Skútustöðum sem það bara bak við Selhótel nánast og ég held að þetta allt saman í gönguferð í Skjólbrekku þannig að ég held að það var bara tiltölulega þægilegt að hafa þetta þarna. Já. Og eins og þú veist að þá náttúrulega eru líka haugar að gistu möguleikum í Mývatnssveit. Já, en var þetta ekki áhætt að taka í mars? Jú, það var eina sem ég hafði ágjörð af fyrir mót þegar það var veðrið. En við erum alveg einstaklega heppnir með það. Já, og þetta var allt gengið vel? Já, vonum framar. Já. Björn Þorfinnsson, hvernig að taka þátt í móti eins og þessu á þessum slóðum með Hermanni og félagum? Það var bara eiginlega alveg stórkostlegt og kannski ég náttúrulega sérstaklega ánægður með hvernig út af úrslitunum en enga síður þótt ég hefði farið heim með skottið á milli lappana og hefði verið brosandi allar hringin. Þetta var að mörgu leyti algjörlega einstakt mót og maður raun og veru upplifað svo sterkt líka í gegnum þennan breska stórmeistara sem borgarbadd frá London að hann hefur náttúrulega bara hann samt atvinnumaður sem teflir allan heim en hann hefur aldrei tekið þátt í svona móti á svona stað og þannig að upplifunin mín var eiginlega miklu sterkari í gegnum hann sko. Nefndu aftur nafn hans aftur. Hann heitir Simon Williams og hann mjög þekktur sko, sem svona
sérstaklega svona skákskýrandi og á YouTube og það eru svona margir Íslendingar meira sem ekkert djúpt sóknir í skák sem hafa samt svona orðið vari við hann þar því hann er svona fyrirferðað mikill á samfélagsmiðlum. Þetta er svona stjarna. Já, þetta er svona alveg svolítið stór stjarna og og mjög svona og alþýðlegur og skemmtilegur náungi og og svona mjög hann er mjög opinn fyrir ævintýrum hann mætti þarna og náttúrulega gat flogið beint til Akureyrar og svo ég held nú kannski mestu upplifun hafi mitt verið að fyrstu 2 dagana dvaldi hann á Lyngbrekku hjá Hermanni sem henti honum í fjósið og ýmislegt og hann talaði mikið það á leiðina það væri eitthvað sem hann mun sennilega ókomna tíð. Já, einmitt. Hvernig með ég heyrði einu sinni sögu af skákmóti og ég náttúrulega kem úr Britseminum eins og þið vitið. Þar var nú í gamla daga ekki alltaf regluseminni fyrir að fara og einu sinni heyrði ég sögu, það var eitthvað skákmót á Siglufirði og ungur maður var þar að tefla og hann lék einn leik, var með hvítt og hinn horfði á leikinn hans og dó síðan áfengisdauða og féll á tíma. Þetta er ekki svona í dag. Nei, þetta er alveg sögur sem við þekkjum alveg úr skákinni en hefur svona verið svona til mikill að bóta og menn farnir að taka þetta svona alvarlegur og það er einhvern veginn líka bara einhvern veginn kúltúrin varðandi allt þetta að breytast mikið á Íslandi, maður upplifir það með krakkana, þetta er miklu meiri svona hófdrykkja heldur en þetta gamla góða að fara alla leið sko. Þannig að það var skapaðist rosalega svona ljúf stemming þarna einmitt að því að þeir eru náttúrulega með sitt eigi brugghús við hótelið, þannig að þetta var svona meira að njóta eftir erfiðan dag og svo bara snemma í háttinn sko. Þannig að það var mjög þetta fór afar svona virðulega fram og blíðlega. En þú sagðir alveg ótrúlega fyndna sögu á Facebook af því að sú staða kemur upp hjá þér að þegar einni skák er ólokið sem þú þurftir að ná í jafntefli í þá ertu að tefla við bróður þinn og hann Braga og hann er herbergisfélagið þinn og þú varst svona að lýsa einhverjum aðferðum sem þú getur kannski nota til þess að svæfa ekkert allt og vel. Já, þetta var það svona myndaði smá svona kaldastrís ástand og sem var svolítið skrítið að því að ég og Bragi bróðir erum náttúrulega sko miklir samherjar og yfirleitt það þannig að mér þykir nánast óþægilegra sko að vinna hann heldur en sko að tapa fyrir af því að ég held mjög mikið með honum og Er hann talinn betri en þú í skák? Já, og hann hefur alltaf tíð verið það sko, hann var svona undrabarni í skák og skákin í fjölskyldunum svolítið snerist hann. Ég var svona meira bara með það því að mér finnst það gaman. Hvað mörg ára á milli ykkar? Það er 1,5, hann er 1,5 ára yngri ég. Þannig að já, ég tekið svona mjög alvarlega það hlutverk að styðja við hann og hann náttúrulega á móti við mig og við fórum saman á þetta móti með það að svona settum okkur sameiginleg markmið að reyna að berjast fyrstu sætið og tap ekki skák og ýmislegt annað sko og svo þróast þetta svona allt í einu þurfum við að berjast sigurlaunin saman og hann er náttúrulega mikill keppnismaður og það er svona alls konar svona dýnamík undir upp á bara við erum orðnir svona mjög svipar á stigum og það var ljóst að sá sem að myndi þú veist ef ég myndi ekki tapa skákinu þá var ég komin yfir hann á stigum sem hann vill nú kannski síður og svo er svona hjá okkur báðum að það er alveg svona hörð samkeppni mögulega bara landslýðsæti og slíkt. Þannig að menn þurfa að sína sitt allra besta til þess og þannig að já, þetta fór svona úr því að vera mjög falleg bræðrást í að vera alveg brútal stríð milli okkar Tókst þér að halda honum vakandi um nóttina? Sko, þetta var náttúrulega þannig að við fórum að borða og þá kemur í ljós að við erum að fara að tefla sama dag og við ætluðum nú að setjast og fá okkur á barinn og aðeins að spjalla við mennina áður en við færum og fólkið áður en við færum að sofa. Hitta mennina. Já, og þá kemur í ljós allt í einu að Bragi er allt í einu horfinn og þá allt í einu áttaði með því að hann var farin upp á herbyggi bæða stúdera og líka bara leggja sér snemma og þá náttúrulega sem kom og var. Já. Þannig að þá fór ég náttúrulega lóðbeint upp á herbyggi til að þess að ekki fórskoti. Já, og aðeins að ég vissi
líka, hann myndi náttúrulega geta illa stútur ef ég sæti hann við hliðina á honum. þannig að ég fór hann upp og þá var hann nú reyndar eiginlega bara sofnaður og ég var mikið þegar ég skrifaði hérna statusin að ég var einmitt mikið að hugsa hversu langt ég ætti að ganga í að vera ósiðferðislegur keppandi sko, en ég get nú upplýst það að ég gerði nú ekkert nema það að hann kvartaði smá yfir hrótum í mér. Já. Og svo endaði þetta með bræðrabiltu. Já. Svo maður vitandi glímunar. Já, og í raun og veru glími. Já, en í raun og veru þannig að ég var bara ljón heppinn sko, hann var eiginlega langt komið með að vinna skákina og ég var farin að sjá ég var eiginlega alveg að fara að grenja þarna á tímabil því að einhvern líka sko úrslit annara skáka virtust vera þetta þannig að hefði ég tapað henni að því ég var einn efstu fyrir síðustu umferð þá hefði ég ekki einu sinni náð verðlaunasæti og ég var farin að hugsa hvað lífið væri ósanngjarnt og slíkt, það var alveg að fara að þér og margir kílómetrar aftur suður. Já, með einhverja sigurreifa menn í aftursætinu sko, þannig að það var orðið svolítið svona óbærileg tilhugsun en allavega mér tókst að halda síðan jafntefli að lokum og Bragi var ekkert ánægð með það, við náðum nú ekkert að tala saman bræðurnir og hann svona var svolítið pirraður fannst mér þegar að mótinu lauk en ég var einmitt rétt áður en að við komum hérna inn og þá hringdi ég og við áttum gott og langt samtal þannig að við erum miklu vinnir aftur. Kærleikur já. Á ný. En það er alveg svona einstakt en líka svona skemmtilegt að geta verið svona í liði hvors annars en samt svona stundum barist hattramlega. Já. En þetta eitt af þeim mótum sem að skila þér nær því að vera stórmeistari nafni? Já, að svona hluta til upp á það að græða þessi skákstig og ég hef undanfarið hef ég nú sko ekki verið að tefla nú mikið og mætti svona 1 og 1 mót og ég hef verið að svona það er svona gallin við þetta að maður safnar ekki stigunum heldur líka ef maður gengur illa þá sko lækkar maður og ég hef svona síðustu ár við að svona smátt og það har aldrei verið neina hræðilega föll en það hefur verið svona ég smátt og smátt verið að síga niður listan sem að ég þurfti nú að fara að stöðva og svona undanfarna mánuð hef ég verið að tefla miklu meira, ég er búin að fara á skákmót í Serbíu og London og Túnis meira sér og búin að græða talsvert að stegum svona tilbaka og er svona komin á fyrri slóður og núna þarf ég að gefa ennþá mér í sko að ég er allt í einu farin að upplega mikið metnað á þetta er sennilega einhvers konar miðaldakrísa. Já, mér finnst þetta bara frábært og það að eiga sér hugar íþrótt sem ástríðu það glæðir allt lífið og mér hefur sjálfum fundið sem britsara sko svo hugsun sem að fer í hugar íþróttina þú nýtir þér hana í öllu öðru. Algjörlega, það er sko skákin hefur alveg sko hjálpa mér alveg gríðarlega ég er nú verið bara mjög opinn með það að ég er með bullandi athyglisbrest og lærdóm og það hefur svona aftrað mig mjög mikið í skákina því að hvatvísi er mikill ókostur í skákinni þegar þú ert að reyna að hugsa langt fram í tíman og slíkt og ég á alveg sko langa slóð af svona slæmum upplifunum þar sem að ég kannski klúðri einhverjum góðum skákum með svona hvatvísi og slíkt en ég er að upplega mjög sterkt sko núna að það er komið svona smá þroski í mig og þrátt fyrir að svona innra með mig sé svona að mér langar til að fara að leika þá næ ég einhvern veginn að halda róminni. Þannig að og það er alveg klárlega eitthvað sem að skila sér í bæði vinnu og annað ég ger eiginlega ekkert vanhugsað mjög sjaldan, ég er svona næja að halda róminn og hugsa aðeins langt. Hlær Hermann, hann veit alveg að ég er örugglega að ljúga þessu einhverju leyti. En þú ert ritstjóri DFF þegar þú ert ekki að tefla þannig að það getur skipt máli að sjá einhverja leiki réttilega fram í tíman. Já, aðeins að hugsa hvort að hugsa út í afleiðingar af birtingu og ekki birtingu. Heyrðu, við skulum aftur fara norður. Hermann, þú hlóst bara að nafna mínum. Já, við skulum ekki ræða það neitt nálega. Nei, ok. En mig langar aðeins að því að ég veit hvernig það er að fá fólk út á land á
á þessum ástíma, það ekkert áhlaupaverk. Ég sjálfur ættaður að norðan og þekki það hvernig það að búa í litlu samfélagi eins og þú býrð í, Hermann. Hvernig fórstu að því að ná svona mörgum keppendum frá svona mörgum félögum? Ég sé bara að fólk hefur komið úr ótrúlega mörgum félögum og það á öllum aldri, yngsti keppandinn 11 ára, það eru þó 3 konur, ég vissum að þú hefði viljað hafa fleiri en svona nú bara þetta. Hver galdurinn? Lykillinn á því að fá keppendur til að mæta svona mót sennilega að það einhverju þekktur skráðir snemma, eins og til dæmis Simon Lillians. Það var lykillinn. Já. Og Þröst og Bragi og Björn og fleiri sterkir og þá það virkar svo segur. Þú ert að tala hann, það ekki? Já. Og eins og sagði, það virkar bara svo segur á mótið og þá vilja allir taka þátt í móti og sem að þessi menn eru að tefla á og það alltaf möguleika að tefla á móti einhverjum af þessum bestu. Já. Og það virkar á svona okkur sem eru svona stigalagri og síðan náttúrulega ég held að menn hafi líka verið spenntir fyrir að kíkja hans í Mývatnssveit og prófa svona mót svona á sérstökum stað og það var ekkert annað mót í gangi nálægt það var Reykjavík Open ekki fyrir í apríl og Íslandsmót skákfélagar varum á síðustu mánaðamót, þannig að tímasetningi passaði akkurat að hafa þetta 15. mars, afmælisdagi félaginu. Og bara, svo þetta var maður svona þess að hringja í menn og ítundur við mættu og planið var að ná 30 keppendum í heildina og það gekk eftir. Við enduðu 36 og við náttúrulega bara himinlifandi með þáttökunar Já. Það eitt að halda úti skákfélagi í dreifbýli Norðurlands kynnu sumir að segja að væri bara töluvert afrek. Hvernig gengur það eitt út af fyrir sig? Og það náttúrulega töluvert mikið vinna bak við það það var sem sagt þegar við stofnum í félagi fyrir 20 árum og við vorum þá voru 12 stofnfélagar og ég svo eini eftir af þeim. Sem segir einhverja sögu? Það segir einhverja sögu, já. Þannig að maður þarf stöðugt að vera á veiðum og ef maður fréttar einhverju sem er að tefla á netinu hefur aldrei mætt á æfingar þá hefur maður samband við hann og verður að fá hann til að koma. Já. Oftast stundum gengur það, ekki alltaf, af því menn oft tregir til þess að mæta það, menn halda við sem sæðilega góður að þau verður bara gegn, en það nú langt í þá og svo sé. Og við reynum alltaf að, gera eins vel við allavega við getum til þess að mæti, því að ég veit það alveg að nýliðun, þó við séum ekki að tala börn og unglinga, nýliðun á eldri mönnum, en kannski að fá það til liðst við félagið og tefla, það skiptir miklu máli líka og þá hefur tekist ágætlega að halda þessu við og við hefum þess að fengi útlendingar í þessu félagið sem hafa bara verið að vinna húsæk tímabili eða Mývatnssveit og farið svo aftur sem ílengjast og aðrir ekki og þá náttúrulega verðum við líka félagsstæður verður náttúrulega að vera virt. Við þurfum að hafa mót og alls konar svona skemmtilegt líka í gangi eins og til við þetta mót í Mývatnssveit. Það er langstærsta mót sem við nokkuð haldið og hvað það vist mikils undirbúnings sem að Ingi Hafliði Guðjónsson á mestan höfðun að. En ef ég má skjóta inn í þá Hermann búinn að vera á harðarhlaupinu undan hrósinu í alla helgina Ég held ég hef alltaf hitt hóar mann en Hermann en að þrátt fyrir að þessi hópur vann algjört þrekverki með þessu móti að þá skipti framlag Hermanns náttúrulega mjög miklu máli og hann einhvern veginn þetta starf hjá góðanum og bara þetta félag, maður finnur það að það skiptir íslenska skákmenn miklu máli og það vilja allir bara hjálpa og taka þátt eins og hægt þannig að
Ég held að það skipti mjög miklu máli að hvað svona mikið hugsjónastarfi hérna unnið sko og og ég hugsa að það verði ennþá betri þáttaka ef að framhald verður á. Já, þeir eru að tala það ekki Hermann að hafa þetta mót á 2 ára fresti bara fast eða hvað? Við erum byrjað að undirbúa mót 2027 og með þess að komin óstaðfest dagsetning. Já. En það það bara óstaðfest ennþá en veit ekki, það verður náttúrulega ekki afmælismót, það verður það bara vantarlega góðin open eða eitthvað slíkt og verður á sama stað og við erum að horfa á miðjan apríl 2027 og þá nú meiri líkur á að það verði þokkalegt veður og maður þurfi kannski ekki að hafa ágjör af einhverju stórhríð, minni ágjör heldur en í marsmánuði. Akkurat. Og ég veit að ég er búin að hlera það að páskarnir maður getur að sé það bara á netinu, að páskarnir í 2027 í mars og Reykjavík Open verður þá í mars líka, þannig að það verður svo laust tími Já. Passa bara, hendur okkur bara mjög vel og þetta svona óstaðfest en líklegt. Hvers vegna, Hermann, skiptir máli að við höldum áfram að tefla? Já, ég held að þetta nú bara gott fyrir bara hausinn og sálinn að stunda einhverja hugaríþrótt og sem breytt að skák og ég held að það sé bara messilegt fyrir menn að hafa einhver svona áhugamál og eitthvað sem reynir á hausinn, ekki bara líkamann. Er tilhlökkun, eru það tefla kannski einu sinni í viku á veturna og ef svo hlakka menn þá alla vikuna til tafl kvöldsins framöndan? Já, ég veit ekki hvernig það hjá hinum en allavega við reynum að hittast einu sinni í viku og svo erum við hittast í borðið svona hálfsmánaðarlega og svo teflum við á netinu oftast hina vikuna. Já. Þannig að félagsliðin skiptir miklu máli í þessu líka. Já. En ég tók eftir því að frá þessu móti var sýnt beint. Er það er það bara orðið þannig núna að það ég kannski spyr þig bara því nafni, eru beinar útsendingar frá skákum? Já, það eiginlega orðið mjög aðgengilegt og svona búnaðurinn bara orðin ódýrari og slíkt. Þetta eru sérstök borð sem að skáksamandi er til dæmis mjög liðlegt með að útvega þeim félögum sem eru að halda slík mót og við eigum bara orðið líka mjög marga svona tæknifæra menn innan skákarinnar sem eru fúsir til að aðstoða og þannig að það er mikill skákin er mjög svona aðgengilega varðandi þetta og þá er þetta í raun og veru sendt út á netinu. Þú sér skákina og svo við hliðina og er alltaf alveg svona heimsklassa skáktölva þannig að þú sérði í raun og veru leið þegar að ég leik einhver að mér eins og sauður sko og þannig og þetta er svolítið fyndið að því að ég á bæði vini og eins og pappa minn sem fylgist mjög vel með en svona talsvert kannski veikari skákmaður en hann getur alveg hringt í mann og skamma mig akkur varst að leika á kongnum þarna og tölvan sagði þetta verið alveg tröllvitlaust. Já, það er ekkert skjól lengur. Nei, mistökin alveg blasa við sko sem getur stundu verið smá erfitt en gerir þetta líka svona og maður upplifir það einmitt að mjög margir svona félagar úr skákinu og annað voru að fylgjast vel með úrslitum og slíkt og kannski að hrósa eða gaggrina og það er bara mjög skemmtilegt að vita einhvern veginn að því að þú ert þarna að tefla upp í Mývatnssveit og vitandi að kannski fjölmargir að fylgjast með skákunum í beinni útsendingum. Já. Hefur einhverju hugmynd skjóta inn í þá voru yfir 70 mann sem fylgjast með það mest var Já, það er bara ansi gott. Hafið einhverja hugmynd að drengir hve margir tefla á Íslandi svona að einhverju marki? Nei, sko, en það eru sko, held ég sé ekki að ljúga, það eru næstu 3000 Íslendingar með skákstig, svona alþjóðleg skákstig og hafa þá mætt á svona alþjóðlegt skákmót og það er nú bara næstu 1% þjóðarinnar. Já. Og svo eru alveg fjölmargir líka sem eru með til dæmis þessi forrit og tefla á þessum skákklúbum á netinu eins og bara chess.com sem er svona stærsti og svona margir sem að grípa í þetta því að þetta er náttúrulega rosalega handtækt í símanum og ég til dæmis ég geti núna farið bara á símanum og ég geti bara telt
hraðskák bara og það kemur leið og þetta verður bara 6 mínútna gluggi og ég myndi bara klára hana hérna fyrir fram að þig og við í raun og veru sko að því að það alltaf svona parað gegn einhverjum sem á svipuðum styrkleika þannig að ég myndi tefla sennilega bara einhvern erlenda stórmeistara þannig að þú veist eins og það eiginlega bara allar stundir hjá mér sko ef það á biðstofu eða eitthvað svona eitthvað bið eitthvað staðar þá ég búinn að grípa í skák. Já, ég var við það hjá 2 yngstu börnunum mínum fyrir nokkrum árum, ætli það ekki verið í COVID. Jú, sennilega, að þá voru þau komin á chess.com og þau voru að tefla, en þau eru bæði dottin út. Ætli það hafi verið svona eitthvað? Já, það kom rosa bylgja í COVID og líka út af þessum ágætu þáttum, Queen's Gambit sem að sköpuðu mikla svona bylgju. Þannig að það voru margir sem aðeins fengu smjörþefin og sumir tolla áfram og sumir ekki, en mér finnst það einmitt líka sko svo mikilvægt að því að mér finnst mjög mikilvægt að skákin reyna einmitt að sérstaklega á Íslandi að reyna svona kynna öllum fyrir svona algjörlega grunnatriðum svo bara alveg upp og ofan hvort að menn ílengist og fái meiri áhuga ekki en mér finnst það mjög jákvætt og eftirsóknarvert að allir fái svona örlítinn smjört eða Akkurat, þegar þú segir þetta sko í bridgesinum tökum við eftir að þar náum við kannski til krakka sem eru í ákveðnu jaðri en finna sér rosa vel og þetta getur haft allt að segja. Já, algjörlega finna sér á einhverjum stað. Það örugglega svipað með skákina. Alveg klálega og það eru skemmtilegi karakterar í skákinni og alls konar fólk bæði og svona, sérstaklega verðum að var við út í heimi sko, til dæmis þeir sem eru svona örlítið á einhver svona rófi þeir hafa sérstaka hæfileika í skák og mjög mjög skemmtilegt og jákvætt og það líka náttúrulega meina skákin aðgengileg fyrir fatlað fólk og alls konar þannig að og mér finnst það eitt af það sem allra fallegasta við íslensk skáklíf að það þú sér allt litrófið af fólki alveg frá börnum gamamennum og einmitt upp í bara misfatlaða einstaklinga sem að taka þátt og allir velkomnir sko. Magnað. Eitthvað þennan 11 ára einstakling að segja? Erum við að tala Prodigy þar? Já, hann rosalega efnilegur sko og minni mig svona hann heitir Birkir Hallmundarsson og hefur svona náð góðum árangri líka í bara erlendis í þessum aldursmótum þar og svona mikill hæfileika drengur en svona minni mér þetta svolítið á sjálfum með því að hann mjög kvadvís og svona gerir svona smá mistök og menn þurfa bara að brenna sig á því sko og það mest til lærdómurinn og hann til dæmis var að vinna landsliðsmann með gjöruna skák gegn landsliðsmanninum Hilmi Frey og svona aðeins og fljótfær og tapaði síðan skákina að lokum en það eru svona þetta eru skákina sem læra mest af. Og við munum öll þá tíð Hermann þegar sko skákmeistarar Íslands voru rockstjörnurnar í samfélaginu. Jóhann Hjartarson að tefla við Korstnói og beinar útsendingar í sjónvarpi og svona er nokkuð sem ætti að koma í veg fyrir að þetta geti bara aftur orðið svona að veruleika? Ég bara veit það ekki, hann náttúrulega komið núna með allir þessi tækni, hann náttúrulega þetta streyma öllu á netinu hingað og þangað og þá kannski minni þarf að hafa það í sjónvarpi, ég veit ekki hvað skal segja um það, en allavega þetta orðið miklu aðgengilegra heldur en var og Twitch, YouTube og hvað notaðar á símamótin núna Björn? Er það ekki síma? Jú, einmitt. Þannig að það eru ýmsir möguleikar nú orðið en ég man auðvitað eftir eins og allir þegar Helgi Ólafsson var að skýra skák hér í sjónvarpinu sko þegar maður var yngri en ég ætla smá leiðrétting Þorpsson það er sko 3000 Íslendingar sem er skráðir hjá FÍTE skráðir? Já, með kennitölu okay. En cirka 1000 hafa FÍTE Já, ok þannig að lögi í beinni, íkt í beinni Já, nei, ekki beint svona aðeins kannski Já, en það var alltaf fyndið þegar þú ætlaðir að aðgreina við hvernig þú varst að tala þú sagði Björn Þ, við erum báðir Björn Þ sko. Já, ég veit, þetta hugsa smá
En herra minn, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér að Rauðaborðinu og áhugavert að kynnast heimi skáklistarinnar, eitt andartak. Og takk fyrir komuna. Já, bara takk hérlega fyrir. Nafni og gangið vel í öllu þín og til hamingju með þennan sigur og ég vona bara að ég lesi næst þá frétt að þú stórin stórmeistari. Hver veit? Einn daginn. Og Hermann, kæra þakkir fyrir spjallið að norðan og ég óska þér enn og aftur til hamingju með þetta stórvirki og ég trúi nafna mínum við hlið mér þegar hann segir að þú sett allt og hófær. En sem er enn og frekar óvenjulegt þegar við erum að tala fólk úr Þingeyjarsýslunni sem á að vera fullt af lofti, ekki satt? Þakkaði fyrir Björn, en ég er náttúrulega ekki mývetningur eins og þú. Já, ok. Harsh but fair. En kæra þakkir, báðu tveir og ljómandi gott, herramenn, þakka ykkur fyrir spjallið. Nafni minn Björn og Hermann, þá er Rauðaborðinu þetta kvöldið lokið hjá okkur á Samstöðinni. Góðir áhorfendur og hlustendur, við minnum ykkur á að líta við á vefslóðinni samstöðin.is ef þið viljið greiða okkur 2500 króna mánaðargjald sem áskrifendur. Með því eignist þið þennan fjölmiðil. Og þið getið haft eitthvað með ritstjórnarvald að segja með því að gerast áskrifendur. Þannig að það er það sem að krakkarnir myndu kalla win-win. En þátturinn er búinn í kvöld. Við förum aftur í loftið hér við Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.